Já, góðan daginn og velkomin á þessa kynningu á uppgjöri Hambíunnar fyrir annan ársfjórðung 2026. Ég heiti Hjörtur Ellersson og er forstjóri Hambíunnar og hjá mig situr Emil Viðar Eyþórsson sem er framkvæmdastjóri fjármálasviðs Hambíunnar. Við ætlum að byrja á því að fara yfir helstu atriði í starfseminni á öðrum ársfjórðungi og förum hér yfir nokkra punkta. En fyrst þá að sala samstæðnar á ársfjórðungnum var rúmlega 9,4% lægri en á sama ársfjórðungi 2025. En hins vegar hagnaður fjórðungsins betri, 4,4 milljónir evrur, samanborið 2,3 milljónir evrur árið áður. Samdráttur í sölu á veiðarfærum við Norður-Atlantshaf sem hófst síðastliðið haust vegna kvótaskerðinga í makríl, kolmunna og þorski í Barentshafi hefur haldið áfram fram á sumarið. Veiðarfærasalan fyrri hluta ársins var 10,6% lægri en á sama tímabili í fyrra. Og hér til upprifjunar þá ætla ég að sýna glærur sem var ekki að kannski sé áður. En þarna sjáum við veiði á kolmunna og makríl á Norður-Atlantshafi frá því 2020. Og þarna sjáum við dekkrisúluna kolmunna, hvernig kvótinn hvernig veiðarnar hafa þróast, koma 3 mjög góð ár, 23, 24 og 25. En síðan kvótinn fyrir 26, hann töluvert mikið lægri eða 41% lægri. Og það svipað með makrílinn, samt dálítið annað munstur því að veiðin hefur að minnka ár frá ári og núna í ár áætluð 393.000 tonn og að lækka 48.000 tonn, 48% frá síðasta ári. Og ef við kíkjum síðan á botnfisktegundirnar og þá í Barentshafinu, sameiginlegan stofni Rússa og Norðmanna, að þá sjáum við líka að þorskurinn sem fór í 885.000 árið 21, að hann hefur verið að lækka, veiðin hefur verið að minnka og kvóta ákvörðun fyrir 26 var 16% niðurskurður. Á sama tíma þá ýsan aðeins að braggast og þar bætast 18% við, en magnið miklu minna þannig að það vegur ekki upp á móti þorskinum. En það þetta tvennt sem að valda minnkun í veiðarfærasölu hér á Íslandi og hjá okkar fyrirtækjum við Norður-Atlantshafi sem að selja þá aðalega flottroll. Það eru sem sagt makríll og kolmunni, síld, þetta veitt í flottroll. Botntrollsmarkaðurinn að undanskildum stofnunum í Barentshafi, hann bara yfirleitt í jafnvægi annars staðar. Ef við höldum áfram, þá sala til fiskeldis, hún var hins vegar góð og hún hefur aukist 14,1% á fyrri hluta ársins samanborið síðasta ár. Eldi, fyrirtæki sem var stofnað innan samstæða Hambíunnar í byrjun ársins til að sinna fiskeldismarkaðnum, hefur gengið framar vonum. Og sú aukning vegur að miklu leyti upp sölusamdrátt í veiðarfærum. Og hérna svona myndasyrpa. Þarna voru að kynna eldi á sjávarútvegssýningunni í Brussel, Seafood Expo Global heitir hún. Og það verður að segja eins og að fyrirtækjun eldi hefur verið virkilega vel tekið allstaðar þar sem við störfum í heiminum og mikil ánægja meðal starfsmanna og viðskiptamanna með þessa breytingu. Annað sem gerðist á þessum fjórðungi var að í Noregi þá gengum við frá sameiningu 2 fyrirtækja samstæðnar sem sinna veiðarfæragerð á þeim markaði, en það Vonir Refa og Mörnót Fisserí. Og sameinafélag fékk nafnið Mörnót Refa. Og núna unnið að hagræðingu starfseminnar og árangurinn af því mun koma að einhverju leyti fram á haustmánuðum en að fullu frá áramótunum.
Og í síðustu viku þá var sýning í Noregi, stærsta sjávarútvegssýningin sem að þeir halda annað hvert ár og heitir þarna Norfishing og þarna voru fyrirtækin að sýna saman undir þarna sameiginlegu nafni og það var þarna afskaplega bara gleðilegt að sjá að starfsmenn beggja fyrirtækja voru á básnum og það var bara eins og þeir unnið saman í áratugi. Þeir þekkja náttúrulega hvorn annan frá því áður, þetta er ekki svo óbúslega stór markaður, þarna veiðarfæramarkaðurinn í Noregi og sérstaklega Norður-Noregi. Og þarna sáum við líka að hvað viðskiptamenn voru ánægðir með þessa breytingu og þessa sameiningu og töluðu að þetta væri mjög jákvæð breyting. Nú í sumar þá gerðum við fleira í hagræðingarskyni. Við tókum hleraframleiðslu samstæðunnar og sameinuðum hana í eitt félag og eignarhald framleiðslu fyrirtækisins Baltic Sea Steel í Litáen ásamt hleramerkinu Injector var fært frá Mörnót til Vónin í Færeyjum. Og Vónin hefur framleitt hlera undir eigin nafni hjá undirverktaka í Litáen fram til þessa. En vörumerkin verða nú sameinuð og öll hleraframleiðslan flyst til Baltic Sea Steel. Og með þessu eykst hagkvæmni í framleiðslunni og framleiðin verður öll til innan samstæðunnar. Og við erum þarna að fá til viðbótar framleiðina sem var til hjá undirverktaka Vonarinnar í Litáen. Og síðan í framhaldinu þá er þarna sameiginlegt markaðsstarf og það er og vöruþróun og Vónin hefur verið þarna virkilega leiðandi í þróun á hlerum fyrir veiðar hér á Norður-Atlantshafi undanfarin ár og ég tel að við séum bara með það besta sem hægt er að hafa í hlerum til að bjóða. Nú þarna sjáum við bara myndir af hlerum. Hleravörumerki Mörnót er Injector. Það eru gjarnan málaðar í rauðan lit. Vónin framleiðir undir eigin nafni og þetta báðar myndirnar sýna botntorls hlera. Og það sem við getum gert núna, þegar við erum búin að sameina að þá getum við lagað vöruúrvalið. Vónin hefur til dæmis mest verið í flóttrollslerum. Þetta er eiginlega eini botntrollslerin sem að Vónin hefur þróað og byggt. En með Injector kemur mjög breytt úrval hlera, botntrollslera, sem að passa þá alveg fullkomlega við það sem að Vónin hefur að gera fram til þessa. Hérna sjáum við myndir innan úr fyrirtækinu Baltic Sea Steel í Litáen. Það eru með mjög gott framleiðslufyrirtæki, hann er hátt til lofts, við erum með öfluga brúarkarana, þannig að við getum tekið stærstu hlera og lyft upp á endanum og unnið við þá. Og þarna er verið að smíða botntrollshlera, hér er annar botntrollshleri og hér er síðan hinn endinn á salnum og þar sjáum við hvítan klefa endan, þarna erum við að mála hlerana. Þetta er virkilega góð aðstaða og þarna setjum við alla hleraframleiðsluna inn. Nú hjá Koinor þá erum við að vinna að byggingu á 59.200 fermetra verksmiðjuhúsum í Árvík á Indlandi, eins og við sagt frá áður og sú byggingavinna gengur alveg ágætlega. Og hérna er myndband sem er tekið með dróna, það var bara tekið núna á þriðjudaginn, þannig að þetta er alveg glænýtt og það sýnir ykkur hvað er að gerast. Þarna sjáum við byggingalandið okkar, til hægri eru vinnubúðirnar, þarna getum við í framtíðinni byggt 16.000 fermetra verksmiðjuhúsnæði.
En þetta salur 2 eins og við köllum hann er 28.000 fermetrar og þarna eru allar undirstöður komnar, stálgrindin er full kláruð og núna er verið að byrja á því að klæða sem sagt þakið og veggina. Þetta hús ætti að vera tilbúið í lok október. Síðan við hliðina er jafnstóru bygging, líka 28.000 fermetrar og þar er búið að ganga á öllum undirstöðum, öllum súlum sem að bera upp í stálgrindina og þarna í augnablikinu er verið að steypa svona þrifalag á gólfið, 10 cm steypulag, þannig að það verði auðvelt að vinna við uppsetningu á stálgrindinni. Síðan hér næst við sjáum við þarna akstursstigarnar, tvöfaldar akreinar. Þarna er verið búið að byggja sem sagt vegg í kringum allt landið. Veggurinn utan frá sér 4 metrar að hæð en að innan 2 metrar vegna þess að við fyllum upp að og þá lyftum við landinu okkar, það er svona 2 metrum yfir götunni og það hjálpa mjög mikið upp á til þess að það eru mikla rigningar, þá erum við öll með að losna við allt auka vatn á svæðinu. Þið sjáu neðst á stálgrindinni, þar er múrsteinshleðsla og þar eru gluggarnir og ef þið berið saman hvíta vörubílinn þá sjáum við að hann nær rétt upp því að lofthæðin er mjög há. Hún er 16 metrar út við hliðina. Og við þurfum þessa miklu lofthæð vegna þess að við erum með brúarkrana. Á þessum brúarkrunum verða stóra tromlur og þeir eru að vinna net inn á gólfinu. Að í staðinn fyrir að þurfa að draga það eða keyra í gegnum allan salinn, þá getum við lyft upp með tromlunni og síðan keyrt yfir og sett niður sem sagt á afhendingarstaðnum. Þarna eftir að koma á þessum kafli, það koma 4 göt. Við erum með þarna eiginlega 4 línur, þetta eiginlega 4 seksjónir sem að byggingin er. Hver þeirra er 25 metrar á breidd og 280 metrar löng og við köllum þetta brautir og á hverju braut verða síðan að vinna við uppsetningu á fiskeldiskvíum. Og þarna sjáum við í kring, þarna er allt voðalega grænt og fínt. Það er svona monsúntímabilið er að klárast. Það var ekki erfitt, það hafði ekki neitt vinnuna að marki. En núna er veðrið mun betra en áður og mjög gott þegar við förum að klæða. Nú ef við förum síðan úr byggingum yfir í rekstrarreikninginn og byrjum á því að kíkja á annan ársfjórðung 2026 og síðan í framhaldinu þá tökum við fyrir hálfsárs uppgjörið. En eins og kom fram áðan að þá var salan minni á þessum fjórðungi miðað við síðast ár, 85,9 milljónir evra á móti 94,7. Lækkar um 8,9 milljónir evra milli ára eða 9,4%. Og þarna sjáum við hvernig veltan hefur þróast eftir ársfjórðungum og dökklituðu súlurnar, það sýna samsvarandi ársfjórðunga á hverju ári. Og þannig sjáum við í ár 85,9 milljónir, í fyrra 94,7 og 2024 þá var það 83,6 milljónir. Nú rekstrargjöldin, að þau lækkuðu í takt við söluna, lækkuðu 8,6 milljónir eða 10,5%. Og EBITDAn sem var 12,9 milljónir á þessum fjórðungi í fyrra er núna 12,6 milljónir, er að lækka 2,3%, en prósentuhlutfall EBITDAnar það fer úr 13,7 í 14,7. Og þarna sjáum við EBITDAna í súlum, 26, 12,6, 25, 12,9 og 2024 þá var hún 11,4.
Afskriftir vaxa aðeins á milli ára 300.000 evrur, fara úr 3,9 milljónum í 4,2 og rekstrahagnaðurinn er 8,5 samanborið við 9,1 milljón í fyrra. Síðan koma fjárhagsliðirnir að fjárhagnatekjur, innlánsvextirnir okkar að lækka þarna úr 200.000 í 100.000. Fjármagnsgjöldin hins vegar að lækka töluvert meira, fara þarna úr 3,6 milljónum í 3,2 eða niður 400.000. Síðan kemur þarna mikill munur í genginu, að í fyrra voru með gengismun upp á 1 milljón evra en í ár var hann 300.000. Þannig að þarna er bæting 700.000 evrur. Og síðan kemur þarna lína með dáleiðslur frá hlutdeildarfélögum, en í heildina þá eru fjármagnsgjöldin í ár 3,2 milljónir en voru 4,3 í fyrra, sem er þarna bæting 1,1 milljón evra. Og þannig að hagnaðurinn fyrir skatta að hann reiknar sem 5,3 milljónir evra á móti 4,8 í fyrra, upp 500.000 eða 11%. Og síðan kemur skatturinn og eftir það höfum við hagnaða áframhaldandi starfsemi sem er þá 4,4 milljónir evra en var 4 í fyrra, fyrir hann upp 300.000 eða 8,2%. En í fyrra, hér sjáum við þetta í súluríti, 4,4 milljónir. Í fyrra þá var það 4 milljónir og árið þar var 5,1. En það sem ég ætla að sýna ykkur líka er að á síðasta ári á þessum fjórðungi að þá lögðum við af starfsemi og tókum það sjálfsögðu inn í rekstrarreikninginn. Þannig að í fyrra þá var þetta 1,7 milljónir evra. Þannig að ef við skoðum rekstrarreikninginn og berum saman við síðasta ár, að þá er hagnaðurinn ár 4,4 en var raunverulega í fyrra 2,3. Og þarna er hagnaðurinn milli ársfjórðunga aukast 2 milljónir eða 86,2%. Nú ef við skoðum síðan fyrri hluta ársins, að þá sjáum við að salan, að hún er mjög svipuð því sem hún var í fyrra. Hún er 183,2 milljónir í ár, var 184,8 í fyrra, er hérna 1,6 milljónir lægri, eða 0,9%. Rekstrargjöldin, þau lækka líka, hérna með 1,3 milljónir, eða 0,8%. Þannig að EBITDA sem stendur eftir er 24 milljónir í ár, en var í fyrra 24,2. Þarna er hún lækka rúmar tæp 300.000 eða 1,1%. Og EBITDA hlutfallið það stendur í stað á milli ára, var 13,1% og er í ár aftur 13,1%. Afskriftirnar eins og við sáum áðan, það hækka aðeins, fara úr 8 milljónum í 8,2 upp 200.000 og rekstrarhagnaðurinn sem stendur eftir er þá 15,8 á móti 16,2 í fyrra, eða niður 400.000 eða 2,7% niður. Og hérna sjáum við fjármunatekjur fyrra árshelmings er að fara hérna úr 600.000 í 300 eða niður 300.000. Fjármagnsgjöldin hins vegar er að fara úr 6,7 milljónum í 6,3 eða við erum að borga hérna 400.000 króna minna í vexti. Og síðan gengismunurinn, þar er gríðarlega mikil sveifla. Því að gengismunurinn á þessum tíma í fyrra var orðin 2 milljónir evra en er núna 600.000 í plús. Þannig að sveiflan á milli þessara árshelminga er 2,5 milljón evra. Og síðan kemur hérna áhrif að rekstri hlutdeildarfélaga sem er svona lítill liður. Þannig að fjármagnsgjöldin í ár eru 5,3 milljónir á móti 8,1 í fyrra, sem er hérna bæting 2,7 milljónir evra.
Þannig að hagnaðurinn fyrir skatta, hann 10,5 milljónir á móti 8,2 í fyrra, upp 2,3 milljónir eða 28,4%. Síðan kemur skatturinn og hagnaður af áframhaldandi starfsemi þá 8,4 samanborið við 7 milljónir í fyrra, aukningum 1,5 milljón eða 20,9%. Og síðan kemur aflagða starfsemin sem var á síðasta ári 1,8 milljónir evra og þannig að hagnaður tímabilsins fyrir hluta síðasta þessa árs 8,4 milljónir en var í fyrra 5,2 eða hækkun á hagnaði 3,3 milljónir evra eða 63,2%. Nú hér síðan greining á EBITDA ásamt hagnaði og sjóðstreymi og Emil Viðar ætlar að taka við og fara yfir það. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Við erum búin að setja upp hérna smá greiningu á breytingu á milli tímabila og EBITDA-unni og hvað það sem að keyra þessar breytingar á milli tímabilina. En EBITDA-n á fyrsta helmingi ársins 25 var 24,2 milljónir evra. Tekjurnar þarf að lækka 1,6 milljón evra. Á móti kemur að framleiðslu kostnaður, hann lækkar 4,8. Það tæpar 4,9 milljónir evra. En rekstrakostnaðurinn að hækka 3,5. Og þetta leiði þá að EBITDA-unni á þessu ári sem tæpar 24 milljónir evra. Hérna síðan hagnaðarbrú, þar sem við förum frá hagnaði fyrsta helmings 25 yfir í hagnaðin fyrsta helming 26, en þá hagnaðurinn á fyrir hluta ársins 25 var 5,2 milljónir evra. Aflögð starfsemi nam 1,8 milljón sem ekki í ár. EBITDA-n lægri sem nemur 275.000 og afskriftirnar einnig hærri sem nemur 156.000 á milli tímabilina. Fjármagnsliðirnir eru jákvæðir með 115.000 evrur og gengismunurinn jákvæður sem nemur 2,5 milljónum evra. Breytingin á milli tímabilina. Tekjuskatturinn hærri sem nemur 855.000 og síðan eru hlutdeildarfélög að skila 90.000 evrum meira til okkar í ár en í fyrra. Og þetta leiði þá að því að hagnaðurinn á fyrri hluta ársins 8,4 milljónir evra. Síðan hérna sjóðstreymisbrú, þar sem við förum yfir sjóðstreymið eins og það þróast það sem af ári. Handbært fé 1.1. nam 26,4 milljónum evra. EBITDA-n á fyrri árshelmingi 23,9 eða tæpa 24 milljónir evra. Rekstratengdar eignir og skuldir þær eru að aukast frá áramótum 15,6 eða áhrif á cashflow 15,6 milljónir evra. Vextir og skattar sem við erum að greiða eru 6,9 milljónir og svo eru fjárfestingarhreyfingar upp á 11,1 milljón. Á móti þessu kemur aukning í bankalánum upp á 9,2. Við greiðum út arð á árinu upp á 2,4 milljónir evra og síðan jákvæður gengismunur á handbæru fé upp á 638.000. Og þetta leiði þá að handbæru fé 30. júní upp á 24,1 milljón evra. Ég ætla að fara líka í gegnum efnahagsreikninginn. Byrjum á fastafjármununum. Varanlegir ekstrafjármunir að hækka 2,8 milljónir á milli tímabilina. Það einkum að ræða byggingin á Indlandi. Óefnislegar eignir eru að hækka 1,8 milljón og stór hluti af því vöruþróunin einkum í fiskeldinu. Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum að hækka 1,6 milljón evra, fara úr 1,8 í 3,4 milljónir. Þetta skýrist einkum af fjárfestingu í félaginu Rotor Aqua í Noregi sem við tilkynntum fyrir þessu ári. Eignarhlutir í öðrum félögum að hækka 600.000
Þetta einkum hlutabréf hampuðunar í síldavinnslunni og gengishækkun á því. Skuldabréf og langtímakröfur er lækkað 100.000 evrur og tekjuskattsinnegnin að aukast þarna 1,2 milljónir. Fastafjármunir að hækka 7,9 milljónir evra, fara úr 310,3 í 318,2 milljónir evra. Síðan að veltufjármunir. Byrðirnar að hækka 8,6 milljónir frá áramótum, fara úr 138,4 í 147,1. Viðskiptakröfur að hækka 9,7 milljónir, fara úr 71,9 í 81,6 og þetta svona hefðbundin þróun í okkar rekstri. Svona árstíðasveiflan hefur verið þessi síðastliðin ár. Handbært fé að lækkun 2,3 milljónir, fer úr 26,4 í 24,1. Og síðan vorum við með í fyrra undir veltufjármunum eignir vegna aflagðrar starfsemi upp á 400.000 og veltufjármunir eru því að hækka núna frá áramótum 15,6 milljónir evra, fara úr 237,2 milljónum í 252,8 milljónir. Þannig að heildareignirnar eru að hækka 23,5 milljónir evra, fara úr 547,5 í 571 milljón. Langtímaskuldir að lækka 400.000, fara úr 141 milljón í upphaf árs í 140,6 og tekjuskattskuldbindingin að lækka 1,9 milljónir, fer úr 7,6 í 5,7. Þannig að langtímaskuldir samtals að lækka 2,3 milljónir úr 148,6 í 146,4. Skammtímaskuldirnar, viðskiptaskuldir og aðra skammtímaskuldir eru að lækka 800.000. Ógreiddir skattar að hækka þarna 1,3 milljón, fara úr 1,7 í 3 milljónir og svo eru skuldir við lánastofnanir að hækka þarna 14,2 milljónir, fara úr 70,4 í 84,6. Af þessari tölu eru í kringu 4 milljónir evra tengdar framkvæmdunum í Árik, þar sem að ræða byggingar fjármögnun sem er flokkuð þarna undir skammtímaliðnum og mun færa síðan upp í langtímahlutann. Og einnig áhugavert að skoða að við það að flytja svona stóran hluta af framleiðslunni til Indlands og eins hefur NEOM-verkefnið sem við höfum komið inn á einhver áhrif á þetta, að þá erum við að fjármagna byrðir í töluvert lengri tíma en áður. Þar af leiðandi er fjármögnun á byrðunum að færast aðeins úr viðskiptaskuldum í skuldir við lánastofnanir, working capital línur sem við erum með. Skammtímaskuldirnar eru þá að hækka 14,6, fara úr 128,6 í 143,2. Eigið féð að hækka 11,2 milljónir á fyrstu 6 mánuðunum, fer úr 270,3 í 281,4 og eigið fé og skuldir samtals að hækka 23,5 milljónir, er 571 miljón í lok júní en var 547,5 milljónir í byrjun árs. Horfurnar framundan, Hjörtur? Já, við skulum aðeins kíkja á hvað er framundan og ef við förum eftir starfsþáttunum og byrjum á að skoða hvernig framleiðslan stendur núna og hversu getum vænst á næstu mánuðum, að þá er kannski fyrst frá því að segja að verð á hráefnum, sérstaklega pólíetílen og næloni, sem hækkaði verulega eftir átökin í Íran, virðist vera að ná jafnvægi aftur og verðin hafa farið lækkandi. Og þrátt fyrir átökin þá ekki verið nein vandamál með aðgengi að þessum efnum í sumar og framboðið hefur verið stöðugt og allar afhendingar á áætlun. Og þegar að þetta gerist að hráefnaverð hækka skyndilega, en við búumst við því að þetta sé til skemmri tíma, að þá beitum við sérstökar háðinsgjaldi sem að endurspeglar kostnaðarhækkunina og við tryggjum þannig að hún skili sér inn í verðlagið.
og við höfum unnið samkvæmt þessu fyrirkomulagi og nú eru hráefnisgjöldin sem við höfum lagt á að þau fara lækkandi. Nú orkukostnaðurinn í Litháen, bæði rafmagn og gas, hann hefur verið stöðugur og við teljum hann vera í jafnvægi. Ef við skoðum síðan næsta starfsþátt sem veiðarfærin, að þá pantanstaðan í flottrólum enn með minna móti og búast má við að veiðarfærakaup útgerða við Norður Atlantshaf verði áfram í lágmarki á þessu ári vegna minni kvóta á makríl, kolmunna og Barentshafsþorski eins og við fórum yfir áðan. Nú verkefnastaða á efnum til veiðarfæraframleiðslu samt ágæt þrátt fyrir samdrátt í veiðarfærasölu í byrjun ársins. Og það vegna þess að sífellt stærri hluti af efnisnotkun innan samstæðunnar eigin framleiðsla. Og þarna fyrirtæki sem hefur verið að eignast eins og til dæmis Smörunót í Noregi. Að smátt og smátt að þá fyrirtæki að flytja meira sínum innkaupum til okkar eigin fyrirtækja. Það tekur alltaf dálítinn tíma að skipta efnið því að það eru stundum aðeins öðruvísi hönnun, öðruvísi þyngdir á netum og annað slíkt og síðan það náttúrulega viðskiptavinurinn að samþykkja breytinguna. Þannig að þetta alltaf dálítið ferli. En það hefur gengið alveg prýðarlega undanfarið. Nú, framleiðslugeta í netanhýtingunni hjá Hampian Baltic, hún verður nýtt í haust til að byggja upp lager til þess að forðast röskun á afhendingum meðan á flutningi á netanhýtingarvélum til Indlands stendur. Við erum náttúrulega með fjöldamargar netanhýtingarvélar í Litháen, við erum með 31 vél og við getum flytt kannski 2 til 3 í einu og þá komum við til með að taka þá framleiðslu sem hefur verið í þeim vélum, skoða hana mjög nákvæmlega, hverjir hafa verið að kaupa og síðan að byggja upp lager til þess að dekka þann tíma sem tekur að flytja vélina til Indlands og setja hana upp. En þar getum við gert ráð fyrir að taki svona í versta falli 4 mánuði frá því að tökum vélina í sambandi þangað til getum stungið aftur í samband og byrjað að framleiða. Og þá þurfum við yfir þennan tíma þurfum við að vera klárir með efni fyrir okkar viðskiptamenn. En þetta ekki þannig að við þurfum að framleiða fyrir allt í einu, við tökum þetta bara í skrefum, þannig að þessi kúfur ætti ekki að vera neitt sérstaklega mikill svona þegar hann yfir þetta tímabil. Það tekur svona 1 ár að flytja vélarnar á milli. Nú, hér á Íslandi, þá góð loðnuvertíð í vetur, hún verður til þess að verkefnastaða á netavestanu hér á Íslandi verður betri í haust en undanfarin ár, því að það þarf að lagfæra næturnar fyrir næstu vertíð og þessi starfsemi þegar byrjuð. Ef við lítum síðan á fiskeldið, að þá staða staðfestra pantana góð í nýjum fiskeldiskvíum til afhendingar í haust. Verkefnisstaðan í fiskeldiskvíaframleiðslunni tryggð fram í október í Litháen, en það eru 2 fyrirtæki sem sinna framleiðslunni, Eldi Baltic og Voni Lithuania. Og síðan mikið að gera á Kóanor í framleiðslu á fiskeldiskvíum og eins og afkastagetan bókuð fram í október. Og nú erum að vonast til þess að hægt verði að hefja framleiðslu á fiskeldiskvíum í nýbyggingunni sem sýndum áðan í lok október. Nú áfram gott útlit með sölu á fiskeldisbúnaði næstu misseri, sérstaklega í stífu HDPE, High Density Polyethylene, fiskeldiskvíum, en þær eru allar framleiddar hjá Kóinor á Indlandi. Og ástæðan sú að þetta efni mjög stíft, það ekki hægt að nýta saumavélar til þess að sauma saman netin og það verður allt að gerast í höndum. Og þetta orðið mjög stór hluti af markaðnum, þessi stífu net og ef við værum að framleiða þessa fiskeldiskvíar í Evrópu þá værum bara einfaldlega ekki samkeppnisfærir, þannig að hafa framleiðslan á Indlandi gefur okkur mjög góða stöðu og mjög gott forskot. Nú, fyrsta biosæskerfið
sem safnar og dælir upp úrgangi frá laxi í fiskeldiskvíum ásamt óétnu fóðurkorni. Það hefur verið aðfengt til Leroy í Noregi og kerfið, það virkar fram á vonum og skilar meiru en við var búist. Og hérna sést aðeins af kerfinu þarna undir fiskeldiskvinni mjög þéttriðið net sem við köllum þarna Cone Collect. Neðst í þessari keilu trekt, það þessi hvíta og sem sagt upp úr hvítu trektinu koma slöngur. Trektinni smokra niður í botnin á keilunetinu og allur úrgangur frá fiskinum hann lendir á þessu fínreina neti og síðan skoppar hann niður í þessa trekt. Trektin í sjálfu sér ekkert voðalega stór, þvermáli það svona breiðist rétt 1 meter og þarna hefur við búið til búnað þannig að við getum tekið trektina ef eitthvað kemur upp á, þá getum við alltaf tekið trektina upp frá botninum og síðan þrætt hana niður aftur á þess að þurfi að vera kafbátur eða kafari til þess að aðstoða. Þetta erum búin að reyna nokkur sinnum og gengið mjög vel og við erum með einkaleyfi á þessari aðferð. Nú hérna sjáum við til vinstri það sem að koma upp. Við dælum sem sagt við dælum hreinu vatni niður og notum það til þess að þrýsta og notum lofttæmin til þess að draga þetta upp á yfirborðið og með þessari varfærnu dælingu þá náum við að halda sem sagt úrganginum og óétna fóðurkorninu í sínu formi. Og þið sjáu þessa kekki sem eru þarna og það mjög mikilvægt að þetta haldi saman því að annars með hefðbundnum aðferðum þá verður þetta bara ein drulluleðja sem ekki hægt að vinna neitt með og erfitt að sía. Og það sem þið sjáu þarna á hægri hliðin á glærunni, það eru síukerfin. Við byrjum með 2 á þessari staðsetningu hjá Leroy en árangurum við að safna úrganginn með svona góðar að við þurfum að bæta við 3. síunni. Og það verður að segjast eins og að Leroy eru virkilega ánægðir með þessa þróun og þetta því að þetta kemur til með að þýða mjög mikið fyrir fiskeldið. Eitt af stóru vandamálum í fiskeldinu að allar þessi úrgangur hann fellur annars bara niður á botnin. Þegar hann að rotna þar þá dregur hann til sín súrefni úr sjónum og þá versna lífsskilyrðin fyrir alla lífverur sem að lifa þar í kring. Þannig að með þessu hægt að forðast það og súrefnisstigið að það líka ræður töluvert mikið það hversu mörg eða mikið leyfi eru veitt á viðkomandi svæði. Þannig að þetta getur orðið til þess að það fengjust fleiri leyfi vegna þess að úrgangur á fiskinum ekki að taka súrefni úr vatninu. Nú fleiri nýjungar, þetta eru nýjungar sem við vorum hefur verið að vinna undanfarin ár eftir að við eignuðumst Mörunót í 2023 og síðan skiptum við upp og stofnum eldi núna frá byrjun ársins. En byrjum á mikilli þróunarstarfsemi á síðasta ári og það að skila sér núna. Biosæs 1, Marvol annað og fyrsta Marvol fiskeldiskvíin komin í notkun en hún með lokuðum hlíðum og súrefnisblönduðum sjó dælt að miklu dýpi upp í kvína. Og með því hægt að halda laxalúsinni frá því að komast að laxinu. Og uppdælingin hún býr til hringstraum inn í kvinni og sem bætir allar aðstæður fyrir laxin. Og hérna nú skjámynd því að það ekki bara nóg að útvega einhverja dælur. Við þurfum að geta stýrt þessu mjög vandlega
og þannig að við höfum þurft að búa til forrit og kerfi til þess að halda utanum alla dælinga, hversu mikið við blöndum inn af súrefni. Þurfum að fara mjög varlega með orkunotkun því að sjaldnast hægt að setja kapla út í kvíarnar. Það yfirleitt eru ljósavélar borð í fóðurprammunum og þær hafa svona takmarkaða getu. Þannig að við þurfum að fara mjög varlega með þá orku sem við höfum til umræða. Og síðan sjáum við hér ofan á prufukvína. Þessi kví er 160 metrar í þvermál og þið sjáum að innanvert í henni, það er svona hægt að sjá svona hvítan dúk en þetta er sem sagt efni sem að lokar, sem er mjög smáriðið og möskvarnir eru það litlir að lúsalirfurnar þar komast ekki í gegn þennan vegg. Og þið getið dæmt stærðina, þarna er svona þjónustubátur sem er neðst á myndinni. Hvítu rörin sem eru þarna eru til þess að dæla fóðri og í miðjunni er úðari sem að dreifir kornunni yfir vatnið. Síðan sjáum við þarna 4 hvíta punta og þetta eru sem sagt efri hlutar á dælunum. Þetta eru löng rör sem að fara niður í gegnum kvínna og sækja vatnir á svona 25, alltaf 30 metra dýpi. Og þegar við dælum því upp þá blöndum við súrefni í vatnið og síðan staðsetjum dælurnar þannig að við búum til hringstraum inni í kvínni. Og hérna sjáum við aðeins smá vídeó. Þarna sjáum við strauminn hvernig hann kemur upp frá dælnum. Við vísum stýrum hann út til hliðar og með þessu myndum við hringstraum inni í kvínni sem er mjög hagstætt fyrir laxinn því annars væri hann meira og minna í kjörru vatni. Og þetta hefur komið afar vel út. Þarna er sem sagt að fyrst vorum við að pröfa án þess að lax væri í kvínni. En núna höfum við fengið leyfi til þess að hafa lax í kvínni og nú erum við virkilega spennandi að sjá hvernig laxinn vex og dafnar samanborið við aðra kvíar sem eru hliðina þar sem þessi útbúnaður er ekki til staðar. Nú, það er fleira nýtt sem við höfum verið að þróa og setja í pröfu. Og fyrsta mardýp kvíin er komin í pröfu og það er kví sem er hins vegar sökkt 15 til 20 metra niður fyrir yfirborðið og er því undir yfirborðsöldunni og einnig undir lífbelti laxalúsarinnar. En hún lifir bara í efstu 8 til 10 metrum sjávarins. Hún þarf sem sagt sólarljósi til þess að þrífast. Og hérna sjáum við skematíska teikningu af kvínni. Í grunninn er hún eins og hefðbundnar kvíar með veggjum og botni. En þar sem henni er sökkt niður þá þarf hún að vera lokuð á ofan með neti. Og þarna inn í miðjunni, efst uppi, þar er hattur og í gegnum þennan hatt sendum við fóðurkornið. Þarna eru líka með lýsingu því að það þarf að vera stöðu lýsing inn í fiskeldiskvinni. Ef það er ekki lýsinga þá kemur kynþroski laxins of snemma og þá hættir hann að vaxa með sama hraða. Þannig að þetta er gert til þess að seinka þeirri þróun. Og síðan inn í þessum hatti er loft því að laxinn þarf að hafa aðgengi að lofti. Hann syndir það upp á yfirborði sem er neðansjávar og getur sótt sér loft. Hann þarf að sækja loft til að bæta á sundblöðruna til að geta stillt sig þyngdin af sér innan kvíarinnar. Og hérna sjáum við, vorum að setja þetta út í sumar og þarna er þjónustubátur. Þið sjáum þarna svörtu plasturinn sem að sýna efri hlutan af flotringnum.
og gula netið þakið á fiskeldiskvinni og hatturinn sem var að tala um, hann hangir þarna í krananum. Og síðan búið að sökkva þessu niður og nú þetta rétt undir yfirborðinu og þarna sjáum við vegna þess að hatturinn virkar eins og bauja með loft inni og léttara en vatnið og togar þess að þakið á fiskeldiskvinni upp. Síðan þarna fiskeldiskvinni með laxinum sökkt niður á þetta dýpi og helst ekki tekin upp fyrir en kemur að slátrun því að það alltaf hægt á því ef það að taka kvinna aftur upp á yfirborðið að laxalúsin ná að skjótast þar inn og festa sig á laxinu. Nú, fjórði þátturinn úthafsiðnaður og þar hafa ágætar pantanir borist í overstrófur til framleiðslu og afhendingar fyrir áramót og þær pantanir byggjast allar á getu Hampiðan Baltic til að hanna og framleiða stærstu overstrófur sem bara þörf á í heiminum. Það enginn sem getur framleitt eitthvað stærra eða betra heldur en við í þessu. Nú slitbekkurinn sem að gefur 2000 tonn átak og getur álagsprófað stroffur upp að 104 metra lengd. Við ætlum að flytja hann inn í aðalbygginguna í haust þegar að pláss losnar við flutning á vélum frá Litáen til Kohinoor á Indlandi. Og svo til að gefa hugmyndum hvað að tala um að þá ég nokkra myndir úr framleiðsluferlinu. Þarna efst til vinstri, þarna grunntógið, verið að splæsa það. Við getum framleitt upp fyrir 200 mm sverleika og slítóla á einu svona kali, það þá komið í kringum 4600 tonn. Síðan þarna efst til hægri, þar vélin sem við notum til þess að flétta kápu utan um tógið, utan um strófuna. Á myndinni niðri til vinstri, þar við búin að flétta utanum og sem sagt bera íburð í kápunan til þess að vernda hana fyrir nutti og skurðum. Í miðjunni þar dálítið handverk í gangi að við þurfum að splæsa saman kápuna sem í auganu og leggnum og síðan niðri til hægri þá má sjá stroffur sem eru tilbúnar til þess að slaka niður þessum búnaði sem þarna upp á skipinu og þetta hluti af vélbúnaði sem settur niður á botnin við þar sem olíuvinnslan því að það eru gjarnan margar olíubórhólur. Það eru síðan tengda við búnað sem á botninum og búnaðurinn sér að flokka það sem að koma upp, olíu, sand, gas og annað slíkt og sem síðan dælt upp á yfirborðið. Nú, þetta það sem við vildum segja ykkur í dag. Þannig að ef þið hafið einhverjar spurningar þá endilega nota tækifærið og spyrja okkur að því sem ykkur listir. Gjörið svo vel. Já, við skiptum kostnaðinum í ásreikningnum það sem spurt sko breytingu á kostnaði þá á árinu og í tengslu við EBITDA-brúna. Að framleiðslu kostnaðurinn, hann lækkar á tímabilinu og hluti af skýringunni meðal annars tilfærsla á framleiðslu yfir á ódýrara svæði þar sem við erum að vinna á ódýrara vinnuafli. En sérstaklega á fyrsta ársfjórðungi ársins og þetta sem komið í jafnvægi á öðrum helmingi ársfjórðungnum að þá var kostnaðurinn aðeins hærri, ekstra kostnaður, laun í sölu og annað.
Hlutaskýringun er að Koinor var ekki inni í janúar 25. Það skýrir aðeins þarna reyfingarnar á sérstaklega á fyrsta kvartal. En það hækkaði, það var að koma inn kostnaðarliðir á fyrsta ársfjórðungi sem að skýra þessa hækkun í rekstrarkostnað. Já, sæll. Þá var það kannski spurning með bara aðeins að ræða eldi, sérstaklega ég sé að þetta útskýrir þetta kannski, en ég var bara svona að velta fyrir mér muninum á mögulegum marginum í eldinu og stærðina á því versus veiðarfærunum. Og já, bara hversu spenntir eða hversu svona mikið gæti verið þarna næstu árin í öllum þessum uppfinningum sem þeir að fara yfir. Já, markaðurinn fyrir fiskeldisvörur er mjög stór. Við teljum okkur hafa 30% af markaðinum hér á Norður-Atlantshafi. En markaðurinn ekki bara hér á Norður-Atlantshafi. Það er verið að ala upp fisk út allan heim, margar aðra tegundir heldur en lax. Og við erum bara á heimsmarkaðnum erum með miklu lægri prósentu, þannig að við höfum gríðarlega vaxtarmöguleika þar. Og núna þegar við erum að koma okkur fyrir á Indlandi, að þá erum komnir inn á framleiðslusvæði sem að gefur okkur mjög sterka stöðu. Við getum keppt við alla, hvar sem er í heiminum. Fyrst og fremst höfum verið á Norður-Atlantshafi, en núna getum við farið inn á til dæmis Síle sem er næststærsta landið í laxeldi í heiminum. En síðan höfum við verið að selja töluvert mikið inn á aðra markaði. Við skiptum okkar markaðsstarfi upp í heitsjávar og kaldsjávar. Og heitsjávar þá erum við að tala til dæmis Miðjarðarhafið og Indlandshafið og austur til Malasíu og Japan. Og við erum að ljúka núna við stórt verkefni í Sádi-Arabíu sem að er 27 milljónir evra. Og síðan eru önnur verkefni í pípunum víða á þessu svæði. Þannig að möguleikar okkar til vaxtar í fiskeldinu eru umtalsvert meiri heldur en í veiðarfærum. Veiðarfærum þá erum við með svona frekar stöðuga markað. Það koma svona niðursveiflur eins og núna þegar kvótarnir minnka. En við erum að vinna eins og sést bara á kortinu, við erum að vinna allstaðar í veiðarfærum þar sem að fisk er að finna. Og menn eru að nota svona stór og öflug fullkomin skip til veiðanna. Við viljum þjóna þeim, við erum ekki að eltast við einhverja smábáta. Og þessi markaður, hann er stöðugur. Við erum með háa markaðshlutdeild þar í veiðarfærunum. Við erum náttúrulega að keppa við mjög marga aðila. En þetta á svona stöðugu markaði og með fyrirtæki sem hafa verið lengi á þessum markaði og við erum að keppa við, þá er mjög erfitt að sækja aukna markaðshlutdeild. Það þarf að slást mjög hart fyrir hverju prósentu. Fiskeldismarkaðurinn, hann er miklu opnari. Það er hægt að ná miklum árangri fljótt og líka vegna þess að þessi markaður er vaxandi. Fiskeldi er vaxandi í heiminum og það er alltaf mjög gott að vera inn á markaði sem er að vaxa. Þannig að, og það má kannski benda á þessu uppgjöri, það er kannski það sem er bara mjög ánægjulegt að sjá. Það er að þrátt fyrir samdrátt í veiðarfærunum þá náum við samt að halda sjó á fyrstu 6 mánuðum ársins. Og það sem velta sem við erum að missa í veiðarfærunum, að hún er að miklu leyti að koma til baka í fiskeldinu. Þannig að þetta gefur okkur svona mjög gott jafnvægi. Og við sjáum það á næstu árum að við verum alveg hiklaust stærri í fiskeldinu. Við erum að leita okkur á nýja stað, við erum að þróa mjög mikið af nýjum lausnum
og viljum vera þar fyrir kuna, vera fyrirtæki sem að útvega lausnir og halda okkar í veiðarfærunum. Að þá held ég að við getum bara hort mjög bjartsýn til framtíðar í hvað varðar vöxt hampiðunar. Og núna erum náttúrulega verið að standa í öllum þessum breytingum. Við höfum verið að kaupa fyrirtæki, fórum inn á aðalmarkaðinn 2023 til þess að fjármagna þau kaup og síðan höfum verið að vinna mjög ötullega að því undanfarin ár að endurskipuleggja innan samstæðunar, að leggja saman fyrirtæki, flytja verkefni á milli fyrirtækja, flytja núna framleiðslu frá Evrópu til Indlands, byggja upp gríðarlega þar og við erum komnir á þann stað núna 2026 að við erum búnir að koma því í kring sem við vildum í hagræðingunum, þessum stóru hagræðingum. Það er alltaf endalaust þetta að hagræða en svona mörg af þessum stóru verkefnum eru komin á sinn stað. Og nú þurfum við að klára uppbygginguna á Indlandi og það gefum til með að taka það sem eftir þessa árs og næsta ár, árið 27. En árið 28, ef allt gengur eftir það, ætti að vera dálítið bara hreint svona rekstrarár. Þá ættu að vera hagræðingin farin að skila sér, fræðslan komin á nýja stað, búin að fjárfesta það sem við þurfum að fjárfesta. Þannig að ég á von á því að 28 og árin þar á eftir þá getum við farið að njóta ávaxtanna af öllu þessu erfiði og fara að borga niður skuldir. Það hefur borist eitt póstur Já. frá Hafliða Jökli Jóhannesinni hjá Akró verðbréfum. Hann með 2 spurningar, ég lesa bara báðar. Er hægt að varpa ljósi á vöxt tekna hjá hverjum og einum starfsþætti á öðrum ársfjórðungi milli ára? Og svo spyr hann, út frá reikningi virðist sala í útsjáariðnaði vera að dragast nokkuð mikið saman og er það rétt eða er innan félags viðskipti að skekkja myndina þarna? Já, í útsjávar innan þá við vorum með mjög góða sölur á fyrsta ársfjórðungi. Þetta snýst voðalega mikið svona stór einstök verkefni. Þannig og við vissum það þegar við vorum að klára það verkefni að það er svo langur aðdragandi að það yrði lítið verkefni á öðrum ársfjórðungi og þriðja ársfjórðungi en síðan erum komið mjög góða pantanir til afhendingar á fjórða ársfjórðungi. En það er náttúrulega hampiðan er að vaxa og útsjáur innan er kannski ekki að vaxa í sama takt og til dæmis fiskeldi hjá okkur. Þú svarar kannski hinni spurningur varðandi ársfjórðungan og samanburðinn. Já, það er eins og Hjörtur er nú búinn að koma vandlega inn á held ég samdráttin í sölu í veiðarfærum og þetta er einkum uppsjávar veiðarfæri sem er að draga saman og þannig að ég held að það hafi útskýrt ágætlega munin á milli frá 25 til 26. Móðurfélag og framleiðsla, þar er söluaukning, sú söluaukning er hluta til milliviðskipti. Það er töluverð aukning í framleiðslu á fiskeldiskvíum eins og á Indlandi sem að meðal annars skýrir vöxtinn í fiskeldinu. En einnig er kóunor inni í 6 mánuði á þessu ári en var inni í 5 mánuði í uppgjörunni fyrra. Og áhrifin af því er hægt að finna í ársreikningi okkar fyrir 25, þessi mánuði sem upp á vantar. Fiskeldi held ég að Hjörtur hafi farið ágætlega yfir áðan. Það er vöxtur í fiskeldi hjá okkur. Við erum með þetta gríðastóra verkefni, neomverkefni sem við erum að vinna í og síðan er bara almennu vöxtur í sölu á fiskeldikvíum og
og búnaði til fiskeldis ásamt því að þjónustan við fiskeldis iðnaðinn á hverjum stað fyrir sig einnig bara að standa sig gríðarlega vel og bara góðu vöxtur þar líka. Já, og Hjörtur kom inn á útsjávarina, hann var aðalega hérna í þessum stóru verkefnum og vöxturinn á milli ára þó að það hafi dottið niður á þessum ársfjórðungi frá fyrsta og það þessi stóri slitbekkur og þessar ofurstroffur sem einkum að skýra þann vöxt sem þarna á milli tímabilina. Ég vona að þetta skýri málið. Erum við ekki fleiri spurningar? Ekki fleiri póstar allavega Nei. hérna. Nei, fínt. Þá sendur náttúrulega út uppgjörið á markaðinn í dag og með því fylgir svona umsögn og það kannski benda á að fara yfir og lesa það sem fylgdi með því að þar kemur kannski eitthvað fram sem að við náðum ekki að fara yfir eða segja á þessum kynningafundi. En ef það ekki fleiri spurningar þá þökkum við bara Emil fyrir okkur og óskum ykkur bara áframhaldandi góðs dags. Takk fyrir.